Góðan daginn, gott fólk. Ok, í dag ætlum við að tala um staðreyndir. Hvað? Ég átti að segja þetta! Nei, ég átti að segja þetta! Afsækja að hvað smá villa. Allavega, nú er loksins talað um vatn. Vissuð þið að vatn er besti drykkur sem hægt er að fá? Hann inniheldur líka engar auknar hitaeiningar en skilur svo svalnum við þessu vörum og þorstar. Svo er líka frábært að baða sig upp á vatni, miklu betur að baða sig upp úr til dæmis kóki. Já, hvernig kóki? Já! Ok, Freyja, hvaðan kemur vatn? Talað er að mikið vatn í jarðar hafa komið frá smástirni sem hafa áhrif á plánetinu snemma í sögu hennar. Mesta vatn í jarðar kom að vísa frá smástirni en sem kom líka frá sólþoka. Og hvað er sólþoka? Sólþoka er ský af gasi og ryki í geimnum, sýnilegt í næturhimninum, annað sem ógreinanlegur bjartur blettur eða sem dögg skuggavín gegn öðru ríkjandi efni. En af hverju má fólk ekki drekka sjót í hana? Sjór er eitraminnu vegna þess að líkaminn getur ekki losað sig við salt eins og kemur úr sjónum. Nýjunum líkamins fæla vinnuvefur frá salt meðfram og þvag en líkaminn þarf þess til að finna salt í líkaminn til að nýru verki rétt. En Freyja, af hverju er vatn svona mikilvægt? Vatn er mikilvægast af náttúrulegum jarðar og okkur allra og eina af undirstöðunum lífs á jörðinni. En Ólöf, hvað er mikið saltvatn á jörðinni? Saltvatn eða sjór er stærsti hluti þessa vatn sem finnst á jörðinni. Það er 97,5% af jörðinni sem er saltvatn. Vissuð þið það staðfæst? Nei, hann er sniðugt, Ólöf. Vatn er í stöðugri hringrás og kemur fyrir þrenns konar formi. Vitið þið hvað það er, stelpur? Fljótandi held ég. Já, er ekki líka frosið eða gufa? Já, alveg rétt. En vissuð þið að vatn flokkast ýmist sem yfirborðsvatn eða grunnvatn, en allt er það þó uppruna og úrkomusvatn til jarðar. Vissuð þið það? Nei. Díana! Það er lína í Nei. Nei. Þú mátt byrja með þig. Vatn er í stöðunni. Vatn er í stöðugri. Stu niður.